Komið sæl. Þá setjum við fund númer 247 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga þann 11. júní klukkan 17:30. Fundin sitja bæjarfulltrúarnir Birgir Örn Ólafsson, Kristinn Björgvinsson, Björg Ásta Þórðardóttir, Guðmar Rúnar Lúðvíksson, Hulda Birna Helgadóttir Blöndal, Gunnar Júlíus Helgason, Áslaug Fjóla Magnúsdóttir og Ásta Friðriksdóttir sem jafnframt ritar fundagerð. Áður en við förum í dagskrá þá langar mig að óska öllum kjörnum fulltrúum til hamingju með kjörið og þá sérstaklega nýjum fulltrúum á þessu vettvangi og ég hlakka til samstarfsins í bæjarstjórn. Síðan ætla ég að leggja það hér fram áður en gengið til dagskrár. Er einhver athugasemd við lögmæti fundarins? Gunnar, gjörðu svo vel. Já, fulltrúar A-listans, við ætlum að krefjast þess að máli númer 8 og 9 á dagskrá fundarins verði frestað vegna verulega skalla í fundaboði. Þar sem fylgigögn í þessu máli bárust ekki fyrir en rúmlega sólarhring fyrir fund. Í 12. grein sveitarstjórnarlaga segir fyrsta fund skal boða með minnstakosti 4 daga fyrirvara og í 15. grein sveitarstjórnarlaga segir fundaboði skal fylgja dagskrá fundarins og þau gögn sem nauðsynleg til að sveitarstjórnarmenn geti tekið upplýst afstöðu til mála sem þar eru tilgreind. Í ljósi þess að fylgigögn í máli 8 og 9 bárust tæpum 3 sólarhringum seinna en lög gera ráð fyrir fara fulltrúar A-listan fram á það að þeim verið frestað svo hægt sé að taka upplýst ákvörðun í málinu. Ég skil þetta eftir þér. Takk fyrir það, Gunnar. Ritari, þú ert ekki með eintak? Þá ætla ég að koma þér til þín. Þetta verður fært til bókar. Varðandi boðun fundarins, þá fór svo boðun út á tilsettum tíma en varðandi athugasemdir A-listans í 8. og 9. lið þá legg ég til að þessar frávísunartillögur verði teknar undir þeim liðum þegar kemur afgreiðslu þeirra. Þá myndum við okkur í dagskrá. Það eru 9 mál á dagskrá og við förum í fyrsta lið sem eru sveitarstjórnarkosningar 2026. Lögðu fram kosningaskýrsla yfirkjörstjórnar Sveitarfélagsins Voga niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga sem framfóru 16. maí síðastliðinn. Á kjörskrá voru 1475, greidd atkvæði voru alls 875 eða 59,3%. Auðir seðlar voru 18 og ógildir seðlar 4. Atkvæði féllu þannig. A-listi fyrir samfélagið 223 atkvæði og 2 bæjarfulltrúar. D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra 333 atkvæði og 3 bæjarfulltrúar. E-listi framboðsfélag E-listans 172 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi. L-listi framfarafélag L-listans 125 atkvæði og 1 bæjarfulltrúi. Réttkjörnir bæjarfulltrúar Sveitarfélagsins Voga eru því eftirfarandi: Björg Ásta Þórðardóttir D-lista, Gunnar Júlíus Helgason A-lista, Birgir Örn Ólafsson E-lista, Guðmar Rúnar Lúðvíksson D-lista, Kristinn Björgvinsson L-lista, Áslaug Fjóla Magnúsdóttir A-lista, Hulda Birna Helgadóttir Blöndal D-lista. Réttkjörnir varabæjarfulltrúar Sveitarfélagsins Voga eru, sem hér segir, Kristín Arna Hjaltadóttir D-lista, Hilmar Ólafsson A-lista, Eva Björg Jónsdóttir E-lista, Andri Rúnar Sigursson D-lista,
Eðvar Atli Bjarnason, L-lista, Guðrún Ósk Barðardóttir, A-lista, Magnús G. Jónsson, Núpan, D-lista. Orðið laust þessa samantekt, ef eitthvað vil kveða sér hljóðs. Ef svo ekki, þá þessi samantekt lögð fram til fundar og við förum í lið 2. Það kosning forseta, samanber 7. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Voga. Í samræmi við ákvæði 7. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Voga skal kjósa forseta til 1 árs á fyrsta fundi nýkjörinna bæjarstjórnar. Tilnefning til embættis forseta eftirfarandi. Tillaga D, E og L-lista að Kristinn Björgvinsson verði forseti bæjarstjórnar til 1 árs. Og orðið laust tilnefninguna. Og ef enginn kveður sér hljóðs, þá legg ég til afgreiðslu. Þeir sem samþykja þetta kjör gefi merki. Einhver á móti. Samþykkt með 5 atkvæðum, 2 sitja hjá. Þá ætla ég að bjóða Kristinn Björgvinsson í póltu hérna hjá okkur og taka við fundarstjórnin. Þakka fyrir. Bæjarfulltrúar, gestir. Við vindum okkur þá bara strax í 3. mál sem kosning 1. og 2. varaforseta, samanber 7. grein samþykktar stjórn sveitarfélags Voga. Í samræmi við ákvæði 7. grein samþykktar stjórn sveitarfélags Voga skal kjósa 2 varaforseta til 1 árs á fyrsta fundi nýkjörinna bæjarstjórnar. Tilnefning til embættis 1. varaforseta og 2. varaforseta eftirfarandi. Tillaga D, E og L-lista að Guðmann Rúnar Lúðvíksson verði 1. varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Við gefum orðið laust þessa tilnefningu til 1. varaforseta. Ef enginn vil kveða sér hljóðs, þá legg ég til að við bara greiðum atkvæði það, þeir sem eru með. Og það samþykkt samhljóða. Tillaga D, E og L-lista að Birgir Örn Ólafsson verði tilnefndur sem 2. varaforseti bæjarstjórnar. Ég gef orðið laust við það. Einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs, þá legg ég til að við greiðum atkvæði það, þeir sem eru samþykkir. Það samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur í 4. mál á dagskrá sem málefnasamningur D, E og L samstarf kjörtímabilið 2026 til 2030. Ég ætla að gefa Björg Ástu orðið. Svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, gestir fundarins og þeir sem að heima sitjið. Ég vil undir þessum lið fara nokkrum orðum það samstarf sem hér lagt fyrir kjörtímabili 2026 til 2030. Það átt stór stund að taka við ábyrgð í bæjarstjórn, ekki síst í sveitarfélagi sem að vaxa og breytast í að pratt og sveitarfélagi Vogar. Við sem stöndum að þessu samstarfi göngum inn í það með skýran vilja til að vera vel, vanda okkur og halda áfram að byggja upp samfélagið okkar á sterkum grunni. Málefnasamningurinn byggir á nokkrum megin áherslum sem skipta okkur máli. Þar nefni ég traustan rekstur, góða grunnþjónustu, skýra forgangsröðun, betri upplýsingagjöf og auki samtal við íbúa. Þetta var birtast í vinnubröðum okkar, í því hvernig við undirbúum mál og hvernig við tökum ákvarðanir og hvernig við miðlum upplýsingum til íbúa. Ég vil líka leggja áherslu á að verkefnin framundan eru mörg og sum þeirra eru stór. Þar má nefna leikskólamál, skólamál, skipulagsmál, innviði, atvinnumál og ásýnd bæjarins. Við þurfum að halda vel utan fjármuni sveitarfélagsins en leið tryggja að þjónustan þróist með samfélaginu. Ég líti á þennan samning sem sameiginlega sýn á næstu skref fyrir sveitarfélagið okkar. Verkefnin eru mörg en þau eiga það öll sameiginlegt að skipta íbúa máli í daglegu lífi. Þess vegna skiptir mestu máli að við vinnum vel saman
Við höldum samtalinu opnu og gætum þess að ákvarðanir séu teknar af yfirvegun og ábyrgð. Að því sögðum ætla ég að lesa yfirlýsingu meirihlutans sem er svo hljóðandi, með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar D-lista Sjálfstæðisflokks og óháðra E-lista Strandar og Voga og L-lista lista fólksins hafa komist að samkomulagi samstarf kjörtímabili 2026-2030. Samstarfið byggir á breiðum og sterkum grunni sem lagður var á liðinu kjörtímabili. Meirihlutinn mun horfa fram á veginn með áherslu á traustan rekstur, öfluga þjónustu, skýra forgangsröðun og áframhaldandi uppbyggingu sveitarfélagsins í góðu samtali við íbúa. Lögð verður áherslu á gott samstarf allra kjörinna fulltrúa, nefndarmanna, starfsfólks sveitarfélagsins, íbúa, félagasamtaka og fyrirtækja. Jafnframt eru lögð áherslu á auki gagnsæi, betri upplýsingagjöf og vanda vinnulag í stórum málum sem varða framtíð sveitarfélagsins. Í fjármálum og stjórnsýslu verður lögð áherslu á traustan og hallalausan rekstur, ábyrga fjármálastjórn, hóflegar álögur og skýra forgangsröðun verkefna. Unnið verður á bættri þjónustu við íbúa og fyrirtæki, meðal annars með þjónustu viðmiðum, aukinni rafræni þjónustu, innleiðingu Voga-appsins og nýrri heimasíðu og skýrari upplýsingagjöf. Jafnframt verður unnið að hagkvæmni rekstri, faglegri uppbyggingu stjórnsýslu og skýrri viðhaldsáætlun fyrir mannvirki og innviði sveitarfélagsins. Í skipulags- og innviðamálum verður lögð áherslu á sjálfbæra íbúa uppbyggingu í takt við innviði og þjónustu, unnið verður á úthlutun sérbýlislóða, fjölbreyttari húsnæðiskostum fyrir eldri borgara og fatlað fólk, vöndum skipulagsskilmálum og opnu samtali framtíðarskipulag Breiðagerðis. Þá eru áfram unnið að því að styrkja áfallað þol sveitarfélagsins, meðal annars með áherslu á varaleiðir, út úr sveitarfélaginu, vatnsöryggi, varavassból og mikilvæga grunninnviði. Í atvinnumálum og þjónustu í heimabyggð verður lögð áherslu á að fjölga tækifærum fyrir íbúa og fyrirtæki, efla þjónustu og skapa betri skilyrði fyrir atvinnuuppbyggingu og fjölbreyttari störf. Unnið verður að heildarskipulagi hafnasvæðisins með hliðsjón af strandlengju, aðgengi á fjöru, útivist þjónustu og mögulegri atvinnuuppbyggingu, framtíðar nýtingu hafnarinnar og viðhaldi hafnamannvirkja. Þá verður áfram unnið að undirbúningi uppbyggingar á Keilisnesi, atvinnulóðum, fjarvinnusetri og stofnun atvinnu og nýsköpunar nefndar. Í skóla, leikskóla og fjölskyldumálum verður lögð áherslu á að útfæra nánar og innleiða Vogamódelið sem heildstæða nálgun í leikskólamálum. Markmiðið er að bæta þjónustu við barnafjölskyldur, efla gæði leikskólastarfs, auka sveigjanleika foreldra og vinna sjálfbæri uppbyggingu leikskólaþjónustu. Í útfærslunni verður meðal annars stefnt að gjaldfrjálsum 30 klukkustundir í leikskóla með hliðsjón af mönnun, húsnæði, fjárhagslegu svigrúmi og gæði þjónustunar. Þá eru unnið að fjölgun leikskólaplássa, bættri aðstöðu barna og starfsfólks og undirbúningi nýs leikskóla við ungbarnadeild. Áfram verður unnið að uppbyggingu stóru Vogaskóla, eflingu faglegs skólastarfs, ísatkennslu, skólaþjónustu, samfellu milli skólastiga og stuðningi við líðan, félagslíf, virkni barna og ungmenna. Í íþrótta, tómstunda, menningar og lýðheilsumálum verður lögð áherslu á öflugt samstarf við félagasamtök og skýrari ramma samstarfssamninga, styrki og stuðning. Lokið verður við gerð íþrótta- og tómstundastefnu, samstarf skóla, frístundastarfs og íþróttafélaga verður eflt og unnið verður að bættu aðgengi barna og ungmenna íþróttum og tómstundum, meðal annars með frístundarútu og samgöngustyrk. Þá verður lögð áherslu á félags- og viðburðastarf ungmenna, aukna virkni eldri borgara, betri aðstöðu fyrir líkamsrækt og heilsueflingu, eflt menningar og viðburðarlíf og stofnun Voganeistans til að styðja við frumkvæði íbúa. Í velferðarmálum verður lögð áherslu á þjónustu, félagsstarf og upplýsingagjöf til eldri borgara, bætt aðgengi eldri borgara og fatlaðs fólks að þjónustu og eftirfylgni með samstarfssamningi við Suðurnesjabæ velferðarþjónustu. Setja skal á notendaráð málefni fatlaðs fólks, efla farsæld barna og leita leiða til að styðja við aukna atvinnuþátttöku fólks með skerta starfsgetu. Í umhverfis ásýndar og útivistarmálum verður lögð áherslu á fallegt, snyrtilegt og aðgengilegt nærumhverfi sem styður við útiveru, lýðheilsu og lífsgæði íbúa. Unnið verður að aðgerðaráætlun fegrum bæjarins með aðkomu íbúa, bættri umhirðu, fleiri grænum svæðum, betri leiksvæðum, fjölgun áningarstaða, betri aðgengi að útivistarsvæðum og sýnilegri sögu sveitarfélagsins í nærumhverfi og á vef sveitarfélagsins. D, E og L-listar ganga til samstarfsins með það að leiðarljósi að vinna saman af ábyrgð, krafti og góðu samtali fyrir íbúa sveitarfélagsins Voga. Takk fyrir. Já, ég þakka Björg Ástu fyrir þetta. Ég ætla að gefa orðið laust málefnasamninginn, ef ykkur vill kveða sér hljóðs. Gunnar.
Forseti, ég vil kannski byrja á því að bjóða óska kjörnum fulltrúum til hamingju með setu í bæjarstjórn og ég vil óska meirihlutanum til hamingju með að hafa náð saman um málefnasamning og óska þeim velfarnaðar á komandi kjörtímabili. Við í A-listanum munum standa okkur sem minnihluti og munum veita það aðhald sem að við teljum okkur vera skuldbundi til að sýna og láta okkur kveða í þeim málum og við væntum góð samstarf á næsta kjörtímabili. Við ætlum að leggja fram bókun undir þessum lið og bókunin er eftirfarandi. Í ljósi þess að fráfarandi meirihluti hefur náð saman að endurnýja samstarfið er ekki úr vegi að vísa íbúum sveitarfélagsins á fundargerð bæjarstjórnarfundar nr. 194 þann 8. júní 2022 þannig að íbúar geti áttað sig á hvers er að vænta af þessum málefnasamning. Að öðru leyti bara takk fyrir í bili. Já, ég þakka Gunnari fyrir sitt innlegg. Einhverjir fleiri sem vilja kveða sér hljóðs við málefnasamninginn? Guðmann, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Málefnasamningurinn eru góður grunnur fyrir samstarfi á komandi kjörtímabili. Það sem stendur upp og fyrir mér er svo áhersla sem lögð er á samtal við íbúa, gagnsæi, ásamt þeirri áherslu sem er lögð á íþrótta, frístunda og menningamál. Þetta eru málefni sem munu skipta miklu máli fyrir samfélag okkar á komandi árum. Ég hlakka til að starfa með ykkur öllum að þeim mikilvægu verkefnum sem bíða okkar á komandi kjörtímabili. Málefnasamningurinn er góður grunnur en nú tekum við svo vinna að fylgja honum eftir í verki. Takk fyrir. Takk fyrir Guðmann. Einhverjir fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Ef svo er ekki þá leggjum við málefnasamninginn fram og þá vindum við okkur í 5. mál á dagskrá sem er endurskoðun samþykkta stjórn sveitarfélagsins Voga. Það er nú smá tæknilegir örðuleikar í nýju starfi. Stafsökun á þessu. Já, bæjarstjórn tekur til 3. umræðu og afgreiðslu tillögu að breytingu á samþykktum sveitarfélagsins Voga. Helstu breytingar frá annarri umræðu lúta því að kjörgengi varaáheyrnarfulltrúa samræmist betur ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið 1. málsgrein 27. greinar. Lagfæring á heiti fastanefndar og lagt til að skipulags- og umhverfisnefnd heiti umhverfis- og skipulagsnefnd. Að fjöldi aðalmanna í umhverfis- og skipulagsnefnd verði 5 í stað 7 og skipun í öldungaráð Suðurnesbæjar og Voga. Lögð er fram tillaga á fundinum breytingu á C-lið 9. töluliðar 47. greinar á heiti öldungaráðs í öldungaráð Suðurnesbæjar og sveitarfélagsins Voga. Að öðru leyti er greinin óbreytt. Lagt er til að skjalið verði samþykkt með áorðnum breytingum. Vill eitthvað kveða sér hljóðs undir þessu? Birgir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér langar kannski aðeins bara að koma inn á tildrög þessara breytinga. Það náttúrulega eru svona minniháttar breytingar varðandi fundardag og fundartíma til að samræma það bara við það sem er tíðkast hér og eins og við erum að vinna, en við vitum það að samþykktirnar munu þurfa frekari endurskoðun þegar að ný lög birtast, hvort sem það verður með haustinu eða í vetur. En varðandi þessar breytingar þá er rétt að það komi bara fram að hér fyrir kosningar var umræða í þáverandi bæjarstjórn hvort það ætti að fara aðra leið í nefndarmálum og breyta úr svona hefðbundin nefndum, en því sem þetta er fyrirkomulag sem er vissulega búið að vera til síðan að hér var Vatnsleysustandarhreppur með vissulega með ákveðnum breytingum í nefndarskipan, en að skipta úr nefnd yfir í ráð, og þá komu svona hugmyndir upp það
jafnvel að skeita saman nefndum og hugsa svolítið verkefninu på nýtt. Það fór ekki lengur en svo að eina ákvörðun sem var tekin var að hreinlega að sameina umhverfis- og skipulagsnefndina í eina eins og hefur verið hér áður. En fyrir vikið þá slæddist inn vegna mannlegra mistaka nafnið skipulags- og umhverfisnefnd annars vegar og talan 7. Því að talan 7 kom upp í umræðum breytingar á nefndum í ráð en átti svo bara að halda áfram sem 5 manna. Að öðru leyti bara verið að uppfæra nafnið á öldungaráðinu til samræmis það sem það í dag og eins og ég sagði þá má búast við því að frekari breytingar þegar að ný lög líta dagsins ljós muni kalla á það að þessi bæjarstjórn þurfi að fara í gegnum þær breytingar. Annað var það ekki. Takk. Ég þakka Birgi fyrir sitt innlegg. Ég gef orðið laust. Ykkur fleiri? Fyrir þessu vel, Birgast. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi nú bara aðeins bæta við þessa yfirferð hjá Birgi Erni Ólafssyni. Til viðbótar fyrir þetta að þá, og það muni endurspeglast í yfirferðinni hér þá síðar á fundinum, að þá er verið að leggja til að það séu sem sagt breytingar á raunverulega skipan eða skilyrðum fyrir varaáheyrnarfulltrúa, gjörgengi skilyrðum varaáheyrnarfulltrúa í bæjarráði. Staðan í dag sú í núgildandi samþykktum að þá þarf varaáheyrnarfulltrúi að vera aðalmaður og það eru þrengri skilyrði heldur en að finna í lögunum. Þannig að hér verið að leggja til að einfalda þetta eða sem sagt samræma þetta lögum sveitarstjórnarlögunum og það svona ný breyting sem að sem ég held að sé bara eðlileg en hún ekki kannski beint stórvægileg. En öðru leyti að þá bara þakka yfir þetta. Já, ég þakka Björg Ástu fyrir sitt innlegg. Nú, fleiri sem vilja kveða sér ljóðs undir þessu lið. Þá legg ég þetta bara upp til samþykktar, þeir sem eru samþykja, réttubönd. Og þetta samþykkt með öllum atkvæðum samhljóða. Þá vindu okkur í 7. liður á dagskrá. Það kosning í bæjarráð 2026. Í samræmi við ákvæði 27. grein samþykkta stjórn sveitarfélags Voga skal fyrsta fund nýkjörum bæjarstjórnar kjósa 3 aðalmenn og jafnmarga til vara í bæjarráð til 1 árs. D-listi og E-listi leggja fram sameiginlega lista við kosningu í bæjarráð sveitarfélags Voga á kjörtímabilinu 2026 til 2030. Aðalmenn eru Guðmann Rúnar Lúðvíksson, varaformaður og Birgir Örn Ólafsson, Guðmann Rúnar Lúðvíksson D-lista varaformaður og Birgir Örn Ólafsson E-lista formaður. Varamenn Hulda Birna Helgadóttir Blöndal D-lista og Eva Björk Jónsdóttir E-lista. A-listi leggur fram lista við kosningu í bæjarráð sveitarfélags Voga á kjörtímabilinu 2026-2030. Aðalmaður Gunnar Júlíus Helgason og varamaður Áslaug Fjóla Magnúsdóttir. L-listi leggur fram lista við kosningu í bæjarráði sveitarfélags Voga á kjörtímabilinu 2026-2030. Áheyrnarfulltrúi Kristinn Björgvinsson L-listi og varaáheyrnarfulltrúi Eðvar Atli Bjarnason L-listi. Ég gef orðið laust. Ef það enginn sem vil kveðast ljós þá bara legg ég þetta upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkir rétt upp hönd. Þetta samþykkt samhljóða. Tilnefningar eru samþykktar með öllum atkvæðum og það gefur með smá bókun. Kjör vara áheyrnarfulltrúa tekur ekki gildi fyrir birtingu samþykktar stjórn sveitarfélags Voga með áorðnum breytingum í stjórnartíðindum. Þá vindum við okkur bara í 7. mál sem eru kosning í nefndir, ráð og stjórnir 2026.
Kosningar í nefndir og ráð samkvæmt ákvæðum 34., 35., 43., 47. og 47. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Voga. Fram komu sameiginlegir listar yfir tilnefningar frá listum D, E og L og listi frá A-lista. Í aðalmenn og varamenn í fastanefndi sveitarfélagsins kosnar til 4 ára. Umhverfis- og skipulagsnefnd. Fram kom listi yfir tilnefningar frá D, E og L í umhverfis- og skipulagsnefnd sem svohljóðandi. Aðalmenn Andri Rúnar Sigurðsson D-lista, formaður. Jóna Kristbjörg Stefánsdóttir D-lista, Ingþór Guðmundsson E-lista sem varaformaður og Gísli Stefánsson L-lista. Varamenn Magnús G. Jónsson Núban D-lista, Inga Sigrún Baldursdóttir D-lista, Guðmundur Kristinn Sveinsson E-lista og Eðvar Atli Bjarnason L-lista. Framkom listi yfir tilnefningu frá A-lista í umhverfis- og skipulagsnefnd sem svohljóðandi. Aðalmaður Bergur B. Álþórsson og varamaður Gunnar J. Helgason. Fræðslunefnd. Framkom listi yfir tilnefninga frá listum D, E og L í fræðslunefnd sem svohljóðandi. Aðalmenn Hulda Birna Helgadóttir Blöndal D-lista, varaformaður. Karel Atli Ólafsson D-lista, Eva Björk Jónsdóttir E-lista, formaður og Anna Karin Gísladóttir L-lista. Varamenn Súsanna Tómasdóttir D-lista, Högni Ólafsson D-lista, Linda Dögg Arnarsdóttir E-lista og Snædís Ósk Guðjónsdóttir L-lista. Framkom listi yfir tilnefningu frá A-lista í fræðslunefnd sem svohljóðandi. Fræðslunefnd. Aðalmaður Petra Rut Rúnarsdóttir og varamaður Elva María Ágústsdóttir. Frístund- og menningarnefnd. Framkom listi yfir tilnefninga frá listum D, E og L í frístunda- og menningarnefnd sem svohljóðandi. Aðalmenn Kristín Arna Hjaltadóttir D-lista, formaður. Sigurður Rafn Vignisson D-lista, Eva Björk Jónsdóttir E-lista, varaformaður. Berglind Petra Jóhannsdóttir L-lista. Varamenn Róbert Andri Trimkoski D-lista, Árni Grétar Torfason D-lista, Adrian Grafsjúk E-lista og Guðni Oddgeirsson L-lista. Framkom listi yfir tilnefningu frá A-lista í frístund- og menningarnefnd sem svohljóðandi. Þetta alveg heilmikið lesning. Aðalmaður Hilmar Ólafsson og varamaður Nanna Lóvísa Sófóníasdóttir. Andag, erum við að taka hinn að nefna líka? Já, afsakið þetta. Og þá förum við bara höldum við áfram í sameiginlegu nefndirnar. Fjölskyldu- og velferðarnefnd Suðurnesjabæjar, aðal áheyrnarfulltrúar Tinna Magnúsdóttir og Hulda Birna Helgadóttir Blöndal. Vara áheyrnarfulltrúar Eva Björk Jónsdóttir og Kristín Arna Hjaltadóttir. Kjör í kjörstjórn og ungmennaráð frestað. Þá komu fram tilnefningar í stjórnir, samstarfsnefndir og ráð til 4 ára nema annað sé tekið fram varðandi hverja nefnd. Almannavarnanefnd Suðurnesja, aðalmaður Kristinn Björgvinsson, varamaður Birgir Örn Ólafsson. Heilbrigðisnefnd Suðurnesja, aðalmaður Eðvar Atli Bjarnason, varamaður Hólmgrímur Rósenbergsson. Brunavarnir Suðurnesja, aðalmaður Guðmar Rúnar Lúðvíksson, varamaður Eðvar Atli Bjarnason. Stjórn Kölku Sorpeyðingastöðvar SF, aðalmaður Ingþór Guðmundsson, varamaður Friðrik Valdimar Árnason. Reykjanes Jarðvangur, aðalmaður Björg Ásta Þórðardóttir, varamaður Magnús G. Jónsson Núban. Fulltrúar á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, aðalmenn Guðmann Rúnar Lúðvíksson og Birgir Örn Ólafsson, varamenn Kristinn Björgvinsson og Hulda Birna Helgadóttir Blöndal. Stjórn Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, aðalmaður Björg Ásta Þórðardóttir, varamaður Birgir Örn Ólafsson. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands, aðalmaður Birgir Örn Ólafsson, varamaður Björg Ásta Þórðardóttir. Öldungaráð Suðurnesjabæjar og sveitarfélagsins Voga, aðalmaður Hólmgrímur Rósenbergsson og varamaður Inga Rut Hlöðversdóttir. Ég gef orðið laust þessa nefndaskipan. Gunnar.
Forseti, ég rak augun í þetta aðeins þegar þú varst að lesa yfir þetta og mér langar aðeins að fá upplýsingar hjá þér af hverju við erum í öldungaráði með Suðurnesjabæ. Það á sér væntanlega einhverjar skýringar og svo vill ég aðeins vitna í lög breytingu á lögum málefni aldraðra. Lög númer 4227 maí 2020. Þar stendur fyrsta málgrein 7. grein lagana: í öldungaráði skulu að lágmarki sitja 3 fulltrúar kosnir af sveitarstjórn að loknum sveitarstjórnum kosningum og 3 fulltrúar tilnefndir af félag eldri borgara, auk eins fulltrúa frá heilsugæslunni. Svona hljóðar önnur greinin og þá þetta spurning, við erum ekki með öldungaráð hér, við erum með öldungaráð með Suðurnesjabæ, það undir þessum lögum og eitthvað samtal við félag eldri borgara skipan í öldungaráðið. Það okkar skoðun fulltrúa A-listana að ekki eigi að taka á málefnum aldraðra nema að aldraðir komi að málunum líka. En spurningin sem sagt eða útskýring á öldungaráðinu Suðurnesjabæjar. Takk. Þakka þér fyrir, Gunnar. Ég ætla að fá Björg Ástu til þess að koma og útskýra þetta nánar fyrir þér. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Spurningin lítur að öldungaráði og ég þetta byggist á þessum samningi við Suðurnesjabæ veitingu velferðarþjónustu og á því byggist þetta samstarf öldungaráðs. Það reyndar líka byggist á samstarf í tengslu við velferðarnefndina og og það þá þannig að við skipum 1 fulltrúa og meðan Suðurnesjabær skipar 2. Varðandi félag eldri borgara, nú þekki ég ekki hvernig skipan hefur verið hingað til. Mér þætti þetta bara sjálfsögðu eðlilegt að það sé samtal við félag eldri borgara hér í Búum. Ég sammála því að það eigi að vera virt samtal við félag eldri borgara þeirra málefni. Þannig að ég tel það bara einsýnt að það samtal eigi sér stað. Já, og veit ekki hvort það voru fleiri spurningar hvað þetta varðar. Ég áttaði mig ekki alveg á lagatilvísuninni 42 2007. 2020. Já. Þetta lögbundið ráð, öldungaráðið, og þannig að þetta byggist á væntanlega á þeim lögum. Já. Takk fyrir þetta, Björg Ásta. Hver fleiri sem vilja kveða sér ljós? Ef ekki, þá bara legg ég þetta til samþykktar, þessa kosningu í nefnd og ráð, þeir sem eru samþykkir réttarbönd. Og það samþykkt með öllum atkvæðum, samhljóða. Með bókun. Kjör í umhverfis- og skipulagsnefnd tekur ekki gildi fyrr en við birtingu samþykktar stjórn sveitarfélags Voga með áorðnum breytingum í stjórnartíðindum. Aðrar tilnefningar koma ekki fram og því skoðast þau öll rétt kjörin. Ég nokkuð rétt svona. Herðu þá. Varðandi bókunina, orð. Já, gerð svo vel, Björg Ásta. Ég vildi að kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hann passa sig á formsatriðunum. Mér finnst ástæða til þess að bara benda stuttlega á þetta. Þetta sama og gildir varðandi varaáheyrnarfulltrúan, að við erum að breyta samþykktunum núna og það þarf tíma til þess að fara með málið í gegnum innviðaráðuneytið og síðan í birtingu í stjórnartíðindum og þá verða taka breyta reglur gildi. Þannig að þrátt fyrir að þessi bókun hljóði upp á það að þarna verði ákveðin frestun á því að umhverfis skipulagsnefnd komi saman, að þá
er mikilvægt að halda því vel að ráðuneytinu að klára máli hratt og vel og því það eru þetta brýn verkefni framundan. Þannig að ég vildi bara svona aðeins árétta að þessi bókun er tilkomin út af því að við erum að breyta samþykktunum í dag. Takk fyrir. Já. 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 Ég ætla að fá leyfi til að taka stutt fundarhlé ef það er í lagi. Bara 5 mínútur fundarhlé.
Ja, takk fyrir þetta. Þá fundi áfram haldið. Við erum að fara að taka fyrir 8. mál á dagskrá sem ráðning bæjarstjóra kjörtímabili 2026 til 2030. Björg Ásta Þórðardóttir víkur að fundi undir þessum lið og varamaður hennar Kristín Arna Hjaltadóttir kemur inn í hennar stað. Svo velkomin. Meiri hlutin leggur fram ráðningarsamning við Björgu Ástu Þórðardóttur bæjarstjóra Sveitarfélags Voga fyrir kjörtímabili 2026 til 2030. Ég gef orðið laust þetta en það skal tekið fram að það komin frávísunar tillaga frá A-lista. Þannig eitthvað sem vil kveða sér hljóðs málið. Ég lesa hann þá upp undir þessum lið. Rólur. Ef engi vil kveða sér hljóðs þá ætla ég að lesa upp frávísunar tillöguna. Fulltrúar A-lista krefjast þess að fá mál númer 8 og 9 á dagskrá fundarins verði frestað vegna verulegs galla í fundarboði. Þar sem fylgigögn í þessum málum bárust ekki fyrir rúmlega sólarhring fyrir fund. Í 12. grein sveitarstjórnarlaga segir fyrsta fund skal boða með að minnstakosti 4 daga fyrirvara. Og í 15. grein segir fundarboði skal fylgja dagskrá fundarins og þau gögn sem eru nauðsynleg til að sveitarstjórnarmenn geti tekið upplýsta afstöðu til mála sem þar eru tilgreind. Í ljósi þess að fylgigögn í máli 8 og 9 bárust tæpum 3 sólarhringur seinna en lög gera ráð fyrir fara fulltrúar A-lista fram á að þeim verði frestað svo hægt sé að taka upplýsta ákvörðun í málunum. Fulltrúar A-listans. Þá bara legg ég til að við kjósum frávísunartillöguna. Þeir sem eru með frávísunartillögunni. Já, Gunnar. Ég veit ekki alveg hvort að við eigum að kalla þetta frávísunartillaga, það ekkert það hér, þetta í rauninni verið að fara fram á frestun á þessum 2 liðum, 8 og 9. Og ég veit heldur ekki hvort við getum greitt atkvæði lög. Lög eru lög og við beigjum þau ekki með atkvæðagreiðslu. Þannig að ég skora á bæjarstjórnina að fara að lögum. Takk. Takk fyrir þetta Gunnar. Birgir búin að biðja orðið. Forseti, það nú þannig að þetta tillaga og samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins þá greiðum við atkvæði tillögur. Það má debata orðalagi frávísunartillaga en það orðaheiti í okkar samþykktum, þá tölum við bara frestunartillögu og við þurfum að greiða atkvæði hana. Við erum með tillögu hér ráðningarsamning, þannig að við þurfum alltaf að taka þessa tillögu á undan og þannig virkar lýðræðið. Bara aðeins varandi þetta, eins og ég kom að í upphafi fundar, þá fór fundarboð út á tíma. Það rétt að þessi samningur, hann fór ekki samhliða fundarboðinu, en hann samt innan þeirra marka sem samþykkt gera ráð fyrir með 2 sólarhringa fyrirvara varandi gögn. Þannig að hann innan þess tíma okkar mati. Í öðru lagi þá ráðfærum við okkur í stjórnsýsluráðgjafa varandi þetta og þetta hefur engin áhrif á tillöguna. Það að segja, gögnin liggja fyrir, samningurinn liggur fyrir, þannig að það auðvelt að afgreiða ráðningarsamningin. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Gunnar, þetta byrjum orðið. Gjör svo vel. Forseti,
Þarna ætla ég að leiðrétta Birgi, hann barst ekki innan 2 sólarhringa, hann barst 11:30 í gær inn á fundagáttina, það má sjá það þar, og þar að leiðandi barst hann ekki inn í þess frest. Í 15. grein segir að hann skuli fylgja fundaboði sem hefði átt að vera tæpum 3 sólarhringum áður, og það hugnast okkur ekki að við séum að greiða atkvæði um lög. Við getum greitt atkvæði um frávísunartillöguna, en leið og við gerum það, þá erum við að fara á skjön við lögin. Takk fyrir. Já. Þú orðið. Herðu, ja, við ætlum að greiða atkvæði frávísunar frestunartillöguna. Þeir sem eru með því að fresta, réttu pönd, það eru 2 atkvæði, og á móti 5. Þá legg ég þennan samning til samþykktar. Já, tillagan er felld með 5 atkvæðum gegn 2. Og þá legg ég ráðningarsamningin upp til samþykktar. Þeir sem eru með. Já, fyrir ekki, orðið er laust. Forseti, þrátt fyrir að samningur hafi borist seint, þá er ég búinn að lesa hann. Ég náði því í hádeginu í dag, og almennt er hann, held ég hann sé, sæmilegur fyrir sveitarfélagið. Ég vil samt vekja athygli á því að í samningnum fær bæjarstjóri greitt fyrir fundarsetu og annað sem er bara eðlilegt, en fær þá jafnframt greitt fyrir setu í bæjarstjórn sem bæjarstjórnar fulltrúi. Þannig að á einhverju tímapunkti eru launin 2-föld. Þetta er bara ábending. Ég ætla að sækja hana, ég var með smá bókun hérna. Þessi samningur hugnast okkur af vissu leyti í A-listanum, og við ætlum að svona prinsipsins vegna þá ætlum við að greiða atkvæði í gegn honum, og það er í rauninni bara í ljósi þess að það uppfyllir ekki þessi sveitarstjórnarlög sem við töldum upp hérna fyrr, sem eru 15. greinin og 12. greinin sveitarstjórnarlaga. En burt séð frá því þá er efnislega samningurinn ágætur, og A-listinn vill bóka að ef samningurinn verður samþykktur og þráttur ef við greiðum atkvæðið á móti, þá vill A-listinn vill óska Björg Ástu Þórðardóttur til hamingju og bjóða hana velkomna til starfa með óskum gott og farsælt samstarf á kjörtímabilinu. Það kann að vera tvískinningur í þessu, en lög eru lög, og í þessu tilfelli og á fyrsta fundi þá fylgjum við þeim, og alltaf. Takk. Takk fyrir Gunnar. Birgir. Forseti, já, kannski aðeins varðandi samningin, að þá er rétt að það er tekið á föstum launum bæjarstjóra þar inni. Í heildina, bara svo því sé haldið til haga, þá á þessi samningur ekki að kosta okkur meira heldur en fyrri samningur á síðasta kjörtímabili, og ef eitthvað ívið minna. Það er að segja, okkur reiknast til að þetta sé 3% hagkvæmari samningur, og það er náttúrulega þessi skipti þar sem að viðkomandi er bæjarfulltrúi, þá nýtur hún kjara sem slíkur á bæjarstjórnarfundi en ekki í bæjarráði, og það er líka sparnaði fyrir sveitarfélagið að svo skuli vera,
að þegar heildina er litið. Öðru leyti eru ýmsir þættir þarna sem hafa þó verið teknir niður til móts, þannig að heildartala samningsins fari ekki úr þeirri upphæð eða fyrrverandi upphæð sem fyrri bæjarstjóri hafði. Ég vil bara koma því að. Takk. Takk fyrir Birgir. Einhverjir fleiri sem vilja tjá sig samningin og innihald hans? Gjörðu svo vel, Gunnar. Forseti. Það sem að ég vildi kannski bara bæta við og nefna að þetta samræmist stefnuskrá og vilja A-listans að það sé ráðinn bæjarstjóri úr heimabyggð og því ber að fagna og ég held að það veri til heilla fyrir okkur sem sveitafélag að hitta bæjarstjórun á förnu vegi og hann sé betur innvolveraður í mál og annað. Þannig að ég vildi bara ítreka þetta. Takk. Takk fyrir Gunnar. Ef það er ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá ætla ég að leggja þennan samning bara upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkið samningnum rétt upp hönd. Það eru 5 atkvæði og þeir sem eru á móti og það eru 2 á móti. Þá er samningurinn samþykktur með 5 atkvæðum og 2 á móti. Þá er ég með bókun frá meirihlutanum sem hljóðar svo: við útfærslu samningsins var tekið tillit til þess að bæjarstjóri gegnir jafnframt starfi bæjarfulltrúa og fær kjör samkvæmt samþykktum sveitarfélagsins kjörina fulltrúa. Heildagreiðslur frá sveitarfélaginu samkvæmt samningnum að teknu tilliti til fastra bæjarfulltrúa launa, ökutækjastyrks og áætlara fundalauna bæjarstjórnar eru 3% lægri en kjör fráfarandi bæjarstjóra. Þá er horfið frá vísitölutengingu grunnlauna og ökutækjastyrks og skulu laun taka breytingum í samræmi við almennar launabreitingar samkvæmt gildandi kjarasamningi. Samningurinn tekur mið af því að sami einstaklingur gegnir bæði starfi bæjarstjóra og bæjarfulltrúa og felur í sér lægri heildagreiðslur fyrir sveitafélagið, en ella hefði orðið ef greidd væri óbreytt kjör fráfarandi bæjarstjóra samhliða kjörum annars bæjarfulltrúa. Lagt er til að framlagður ráðningarsamningur verði samþykktur og felur forseta bæjarstjórnar og formanni bæjarráðs að undirrita samningi fyrir hönd sveitafélagsins. Þá var það bara komið. Já, þá bara þakka ég fyrir Kristín og fá Björg á stöðin aftur. Það eru smá svona, aðeins að finnst þetta allt saman. Þá förum við í 9. mál á dagskrá. Það eru viðaukar 2026. Lögðu fram tillaga að viðauka nr. 2 við fjárhagsáætlun 2026 vegna kaupa og uppsetningu á færanlegum kennslustofum fyrir heilsu leikskólann á Suðurvöllum. Þar vorum við með frávísunartillögu sem að ég lesa hana aftur. Ég lesa hann upp og svo gef ég orðið laust bara. Fram er komin frávísunartillaga frá A-listanum. Fulltrúar A-listan krefja þess að máli nr. 9 á dagskrá fundarins verði frestað vegna verulegs galla í fundarboði. Þar sem fylgigögn í þessum málum bárust ekki fyrir rúmlega sólarhring fyrir fund. Í 12. grein sveitarstjórnarlaga segir: fyrsta fund skal boða með að minnsta kosti 4 daga fyrirvara. Og í 15. grein segir: fundaboði skal fylgja dagskrá fundarins og þau gögn sem eru nauðsynleg til að sveitarstjórnarmenn geti tekið upplýsta afstöðu til mála sem þar eru tilgreind. Í ljósi þess að fylgigögn í máli 8 og 9 bárust tæplega 3 sólarhringur seinna en lög gera ráð fyrir ber að fara fulltrúar A-listans fram og þeim verði frestast og hægt sé að taka upplýsta ákvörðun í málunum. Fulltrúar A-listan. Ég ætla að gefa orðið
laust viðaukan slíkan. Björgastad. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þráttur ég hafa nú vikið sæti hér og þá fylgdist nú með framgöngu fundarins hérna á vefnum og þykist vita niðurstöðuna af fyrri dagskrárliða. Ég vil bara fyrst og fremst bara þakka trustið og ég hlakka til að vinna með ykkur öllum og ég hlakka líka mikið til að vinna með íbúum og öllum þeim sem að vinna fyrir okkar sveitarfélag. En mér langar aðeins til að taka til máls undir þessum 9. lið sem viðauki vegna kaupa og uppsetningar á færanlegum kennslustofum fyrir Heilsu leikskólan Suðurvelli. Og það liggur auðvitað fyrir að staðan í leikskólamálum brýn. Sveitarfélagið eins og við þekkjum öll hefur vaxið gríðarlega hratt og það mjög mikilvægt að bregðast við því bæði hratt og ákveðið með skýrum hætti og það forgangsmál hjá okkur að fjölga leikskólaplássum og ég veit að við erum öll hér inni sammála því og að tryggja að börn og fjölskyldur fái þá þjónustu sem þau þurfa, hvort sem við erum í meirihluta eða minnihluta. Ég trúi því. Markmiðið að þetta verkefni eigi að vera tilbúið fyrir haustið og það skiptir mjög miklu máli, bæði fyrir börnin, fyrir foreldrana og fyrir starfsfólkið að það sé hröð handtök en leið og við vöndum til verka. Og það liggur hérna fyrir frávísunartillaga og ég tel að í ljósi þess þrátt fyrir að þetta mál hafi verið rætt ítarlega hér á fyrra kjörtímabili og þrátt fyrir hversu brýnt það að það sé rétt að vísa frekari vinnslu málsins inn í bæjarráð þannig að það sé bæði hægt að kynna sér gögnin betur og það sé hægt að fara vandlega yfir útfærslukostnað, tímalínu og framkvæmd verkefnisins. En ég ítreka það hins vegar að það gríðarlega mikilvægt að þetta verkefni brýnt og við þurfum að halda mjög vel utan um það og við þurfum að vinna þetta hratt. Því að ellegar að þá náum við ekki markmiðið okkar að koma þessari aðstöðu upp fyrir haustið. Þannig að því sögðu þá bara ítreka ég það að ég tel að verða eigi við þessari beiðni minnihlutans. Takk fyrir Björgvasta, fyrir fleiri sem vilja kveða þessi hljóð. Já, og bara kjósum við að fresta málinu og senda það aftur í bæjarráð, sem sagt frestunartillögu A-lista. Þeir sem samþykkir, rétt upp hönd. Það samþykkt með öllum atkvæðum, þannig að málið fer aftur inn í bæjarráð á næsta bæjarráðsfundi og verður tekið fyrir þar. Þá dagskráin dæmd og ég vil óska Björg Ástu til hamingju með starfið og segja fundi slitið klukkan 18:30.